Út komin handbók tækifæri í þróun fyrirtækja í hestaferðaþjónustu, þar sem áhersla lögð á notkun upprunalegra norrænna hestakynja. Höfundar handbókarinnar eru Guðrún Helgadóttir, Ingibjörg Sigurðardóttir og Rhys Evans. Þetta verkefni, sem og fyrri rannsóknir, sýna að þekking þeirra sem reka fyrirtæki í hestaferðaþjónustu góð á sviði hestamennsku, en þörf á aukinni þekkingu á uppbyggingu, stjórnun og rekstri fyrirtækja. Því lögð rík áhersla á þann þátt í handbókinni. Við tókum þátt í verkefni með samstarfsaðilum í Noregi og Færeyjum sem kallaðist Riding Native Nordic Breeds eða notkun á norrænu hestakynjunum í hestaferðaþjónustu. Og afraksturinn af þessu verkefni sem var styrkt af Norra sjóðnum, það þessi handbók rekstur hestaferðafyrirtækja sem var að koma út og aðgengileg á netinu og hægt að finna á heimasíðun okkar á Hólum. Þessi hestaferðamennska svolítið stór hérna á Íslandi eða hvað? Já, hún búin að þróast alveg síðan 1970 og að bæði að þróast hvað varðar fjölda gesta og líka svona það að koma fram nýjar greinar og menn að prófa ýmislegt nýtt. Og ég sagði svona með við þann fjölda sem áætlað að fari á hestbak á hverju ári hér á landi af erlendu gestum, þá getum við gert ráð fyrir að séu svona 150 til 160 þúsund erlendi gestir sem fara á hestbak hér á Íslandi á ári. Og það rauninni bara svona brot af hestaferðaþjónustunni sem telur auðvitað miklu fleira heldur en bara það að fara á hestbak. Hvað það þá? Við erum að tala bæði hestasýningar, ýmsa hestatengda viðburði, kannski má segja að nýtt sé hestaleikhús hjá Fákaseli og menn svona að þróa ýms konar þjónustu sem útheimtir ekki að gesturinn fara á hestbak því að sumir vilja ekki eða geta ekki eða svona sjá ekki ástæðu til að fara á hestbak og vilja bara upplifa hestinn og fræðast hann með öðrum hætti heldur en einmitt að fara á bak. Það til dæmis hér á Hólum sögusetur íslenska hestsins sem safn sem að sýnir í raun og veru ekki bara sögu hestsins heldur saga hestsins, hún svo samofin Íslandssögunni og bara hvernig fólk lifði hér í landi þar sem að vegagerð var nú frekar frumstæð og ökutæki komu eiginlega ekki til söguna, þannig að við til dæmis notuðum vagna lítið með það sem gerist í nágrannalöndunum. Þannig að saga íslenska hestsins, hún sérstök, en það sem við kannski lærðum af þessu verkefni, við höfum nú verið að stunda núna í 15 ár rannsóknir á hestaferðaþjónustu og við erum rannsóknarhópur hérna við tvær. En það sem við lærðum kannski mest af þessu sérstaka verkefni, þessu norrænu hestakynin, var það að þessa fjölbreytni að auðvitað eru hestakyn ansi misjöfn og það sem náttúrulega sérstakt og við vissum svo sem fyrir með íslenska hestin það mjög sérstakt að það skuli bara vera eitt kyn í landinu og íslenski hesturinn hann hefur verið mjög svona markvisst markasettur og kynntur erlendis sem með upprunalandi Ísland og tengingin íslensk náttúra, heimkynni hestsins, hvernig hann elst upp og hvernig hann taminn og þjálfaður, að það hefur tekist að markasetja hann sem sérstakan og sem sérstakt reiðhestakyn og hann vel þekkt kyn og það náttúrulega heill hópur af fólki sem tilheyrir því sem við getum kallað Íslands hestaheiminn, stór hópur erlendis og þessi hópur hann mjög svona tryggur markhópur Íslands, ekki bara í viðskiptum með hesta, heldur líka sem ferðafólk því að þetta fólk það heimsækir Ísland mjög gjarnan og gerir það oft, fer hingað í hestaferðir, kaupir hesta, fer á landsmót og sem sagt, þó þetta sé kannski hlutfallslega ekki stærsti hópurinn sem kemur til Íslands, þá þetta mjög tryggur markhópur og eyðir miklum tíma og fjármunum í sín Íslands tengsl og á nú kannski íslenskan hund líka og lopapeysu og sem sagt allan pakkan, sem sagt Íslands áhuga fólk. Þannig að þessi hestaferðaþjónusta, hún skiptir miklu máli? Já, hún töluvert mikilvægur þáttur eins og Inga kom inn áðan á bæði í ferðaþjónustunni. Þetta hlutfallslega stórt hlutfall ferðafólks á Íslandi sem fer á hestbak með það sem gerist annars staðar. Þetta ríkur þáttur í aðþrengingunni sem boðin hér.
En svo þetta líka mikilvægt, hestaferðaþjónustan þetta mjög mikilvægt líka fyrir hestamennskuna og fyrir markaðinn fyrir íslenska hestin, því að það jú tengsl milli þess að koma hingað og ferðast með hestum og að vilja eignast íslenskan hest. Þannig að þetta hangir jú allt saman. Hver eru helstu svona sóknarfærin í hestaferðaþjónustu? Ég held að sóknarfærin þau liggja býsna víða. Það er mikilvægt að byggja á því sem við erum búin að vera að þróa og allri þessari miklu og góðu þjónustu sem nú þegar verið að bjóða. Þannig að það nauðsynlegt að þróa hana áfram og halda áfram að stækka þann markhóp. En ég held við getum líka sótt í nýja markhópa og þá með markvissri vöruþróun í átt að nýjum og þörfum nýra markhópa eins og til þess í sambandi við heilsutengda ferðaþjónustu. Það jú mikið af rannsóknum og mjög gömlum rannsóknum sem að sýna fram á jákvæð bæði líkamleg og andleg áhrif þess að vera með hestum og vera á hestbaki og við höfum auðvitað ýmislegt hér, við höfum náttúruna, við höfum hreinleika í mat og umhverfi, við höfum heita vatnið og ýmsa möguleika til að nýta í því að búa til öfluga pakka í heilsuferðaþjónustu. Ég búin að vera að gera rannsókn núna á síðustu mánuðum á þessu sviði og það margt sem bendir til að þarna sé fullt af tækifæri. Hins vegar auðvitað svona vert að hafa það í huga að ef á að fara inn á svona sérhæfða markaði þá mjög mikilvægt að menn vinni heimavinnuna sína vel og undirbúi sig vel og þetta sé gert mjög markvisst. Þannig að öll markasetning og vöruþróun og öll þessi vinna og síðan þá hvernig þjónustan veitt sé gert mjög faglega. En þarna held ég að séu klárlega ýmis tækifæri. En það sem nú kannski aðal áherslan í þessari handbók, svo við víkjum að henni aftur, á rekstrarþættinu vegna þess að okkar rannsóknir sýna að hestaferðaþjónustu aðilar alla jafna fólk með mikinn áhuga á hestum, hestafólk sjálft. Þannig að það veit mjög mikið hesta og hrossarækt og umhirðu hrossa, en oft á tíðum minna og kannski hefur ekki alveg rosalega mikinn áhuga á rekstrinum, þannig að þessi handbók fjallar fyrst og fremst rekstur lítilla fyrirtækja með dæmum og áherslum í hestaferðaþjónustu. Svo kannski líka að þetta eru svo oft á tíðum lítil fyrirtæki og svona getur sagt að séu lífstílsfyrirtæki byggja á þessum lífstíl og þessari ástríðu sem að hestamennskan hjá þessu fólki og það í rauninni kannski bara takmarkað tímum en hafa takmarkuð tækifæri til að svona virkilega sökkva sér í alla þætti. Þannig að þá svona fannst okkur svolítið liggja beint við að hjálpa fólki með þannig þátt sem að stundum verður út undan og kemur auðvitað niður á afkomu fyrirtækjanna ef að rekstur og markasetning og stjórnun ekki eins góð og mögulegt væri. Þannig að okkur fannst að þarna væri kannski svona augsýnilegast að við getum gert gagn.